Og áfram höldum með föstudagsþáttinn á N4 og ætlum að færa okkur yfir í Fljótsdalshrepp. Hún komin til mín, hún Arna Björg Bjarnadóttir, hún í stjórn samfélagsnefndar Fljótsdalshrepps. Velkomin. Takk fyrir það. Þið eru aldeilis stór huga þarna fyrir austan. Ef að byrja kannski bara á því að reyna að finna út hvar Fljótsdalshreppur á kortinu. Já. Hann svona 30 kilometra innan við Egilsstaði. Já. Og það nú margir sem að kannast við með Skriðuklaustur, Hengifoss. Akkúrat. Við erum með þessa staði í Fljótsdalshreppi. Og svo maður heldur aðeins áfram frá Skriðuklaustur kemur maður í Óbyggðasetri sem að þú og þinn maður stofnuð og rekið. Jú. Æðislegu staður. Og já, þarna erum við komin hann austur nálægt Egilsstöðum og þetta hreppur, hvað búa margir? Það eru tæplega 80 manns. Þetta eru bara 80 manna hrepp? Já. En þið eru aldeilis bara stórhuga. Segðu okkur aðeins hvað stendur til? Já, við vorum að stofna núna samfélagssjóð sem að í eru 70 milljónir og ætlum að útluta núna í vor alltaf 12 milljónum úr sjónum og þetta fjármagni fer til nýsköpunarverkefna, menningarverkefna og bara verkefnast til þess að byggja undir atvinnu í Fljótsdal og það getur hver sem sótt Það er aldrei magnað. Já. Þarftu ekki að hafa lögheimili í hreppnum? Nei. En afraksturinn eða, hvað segir maður, ávinningurinn þarf helst að verða eftir í hreppnum? Já, hann þarf að verða eftir í hreppnum. Já, en það að fara víðan völl, hvað það varðar? Algjörlega. Og með þess eru náttúrulega líka bara að bjóða nýja íbúa velkomna. Akkúrat. Og við erum svo heppin að við erum með svo sterka innviði að við erum til dæmis með 3 fasa rafmagn, ljósleiðara. Já. Heima hvert bæ, þannig að þú getur bara setið á náttfötunum og verið verðbréfasali, tölvunarfræðingur og bara, þú veist, nú þekki allir orðið að vinna heimann, sko. Þannig að það verður kannski bara mikil ásókn í að komast þarna austur í hreppinn ykkar. Já, ég geti trúa því að fólk kynnir sér hreppinn og heimsækir hann og þetta nú maður lesa víða í heimildir til dæmis að þetta sé eitt af falljósu sveitum landsins. Já. Þannig að það ekki bara mér eða Fljótsdælingur sem að þykir þar. En hvað með aðra innviði eins og fólk kemur með börn, leikskólapláss, grunnskóli, hvernig þetta allt saman? Já, leikskóla og grunnskóli á, þá þjónustu í Egilsstaði, en það til dæmis frítt í leikskólan. Já, hvernig stendur á því? Er það fyrir alla bara eða bara fyrir fólk í Fljótsdalshrepp? Bara fyrir fólk í Fljótsdalshrepp. Já, ok. Þannig að það reynt að gera vel við íbúana. Veistu hvað eru marg börn í hreppnum af þessum 80 íbúum? Já, þau eru ekki mörg. Nei, kannski vantar að yngja upp eitthvað. Já, það náttúrulega það sem á ástæðan fyrir við fórum á staði þetta verkefni að náttúrulega fólk að eldast. Engu að síður kraftur í samfélaginu og mikið af ungu fólki sem maður finnur að tilbúið til þess að jafnvel að koma tilbaka. Og sem bara búið að fara heimann og mennta sig og þess að þar. Þannig að þetta verkefni verður til svona í grasrótinni og við köllum séðan til og séðan í samstarfi við hreppinn og að þá setur hreppurinn verkefni séðan af stað og það kosið sérstaklega samfélagsnefnd og hún fer af stað með það og búið til samfélagsþings þar sem að íbúum bóðið að koma og bara öðrum velunnurum og þeir sem eru tengdir við hreppinn og þar komið bara fullt af hugmyndum það bara hvernig við myndum vilja sjá framtíðina. Nú í framhaldinu þá réðum við verkefnastjóra, mjög öfluga konu, Ásdísi Helgu, Bjarnadóttur og stofnuðum samfélagsumrædda samfélagssjóð. Þetta svona meðal verkefna. Var þetta sko heimafólk sem var með svona fyrirlestra eða erindi eða fenguði fólk utan á þetta þing, eða hvernig var það? Þetta voru fyrst og fremst heimamenn, en líka aðri sem að tengjast Fljótsdal og það eru mjög margir. Það eru mjög margir með sterkar taugarinn í Fljótsdal og maður sé það til dæmis á Þorrablótunum og svona. Já, þau eru landsfræg. Já, það er mjög góð. En eitthvað sem kom á óvart þarna fyrir þig, eitthvað sem að þér hefði aldrei dottið í hugað að geta ímyndað eftir þetta þing? Sko, það sem var alltaf bara alveg einstaklega ánægjulegt að það var bara hvað fólk var tilbúið að koma með hugmyndir og hvað það kom ofboðslega mikið af flottum, nýjum hugmyndum. Sko, maður skynjaði líka bara samstöðu og bjartsýni hjá íbúum. Hvenær umsóknarfrestur? Er þið byrjuð
Já, við erum búin að auglýsa inn á fljótsdalur.is og austurbrú.is og umsóknarfrestur er 30. apríl. Já, þannig að að gera bara að dempa sér í þetta. Já. En hvernig stendur á því að það er svona miklu peningar? Nú veit ég þetta ekki, eiga sveitafélög bara svona góða sjóði eða getur eitthvað útskýrt kannski hvað þessi peningar koma? Já, það er náttúrulega stærsta orkuver landsins er í Fljótsdalshrepp. Já. Og og síðan vann Fljótsdalshreppur líka á fleiri sveitafélögum mál gegn jöfnunarsjóði og þessi peningar, þetta er raun og veru peningarnir sem að koma það. Já. En það hefði svo sem alveg verið hægt að nota það í eitthvað kannski allt annað, eða hvað? Já. Þetta er ekkert eyrnamestir peningar, en þessi ákvörðin var bara tekin í sveitafélaginu. Já, og að því að við náttúrulega bara sjáum það að þú veist, það er svo sterkt að krafturinn komi úr grasrótinni, stað fyrir að einhver sé að boða eitthvað að ofan. Já. Og auðvitað vonumst við þá til þess að þarna komi ný verkefni, nýsköpunarverkefni og það eru nú þegar bara ótrúlega mörg flott verkefni í Fljótsdal. Já. Til dæmis það er verið að vinna mjólka ær. Já, og búið til ost. Já, og konfekt. Já. Og þarna eru náttúrulega, þú veist, bara mörg flott fyrirtæki. Þeir eru náttúrulega með skriðuklustur sem er svona menningar setur. Já, og frábært kaffihús. Og það er ekki hótel samt eða. Nei. En mikil fornlega uppgröftur og gaman að heimsækja. Svo er náttúrulega þarna gestastofa, eða hvað köllum við hana? Já, Snæfellsstofa. Sem er gestastofa Vatnajökulsþjóðgarðs fyrir Austursvæðið. Svo erum við náttúrulega með þessa geggjuðu fossa hana, eða Hengifoss, ekki? Jú, Hengifoss og náttúrulega mjög marga aðra fossa sem að mjög fáir vita. Ég held að það er alveg ótrúlega margir fossar í Fljótsdal. Og svo er þeim óbeðsittur hérna innar. Já. Og svo náttúrulega maður lappar þaðan upp að Kláfnum, kemst maður yfir ána, það er alveg geggjað Það er æðislegt. Það er margt þetta að gera. Og þaðan getur gengið upp í Laugafell sem er svona fjallahótel með heitu laugum. Og og svo niður í sveit, það er mjög flott tjaldstæði hjá Guesthouse Hengifoss. Þannig að þú getur gist og þú getur borðað, þú getur fara á söfn, notið náttúrunnar. Paradís. Ef fólk vil koma bara og flytja, er þá hús sem býð eftir fólki eða þurfti fólk að byggja sér eða hvernig myndi það vera? Við erum núna að skipuleggja byggðakjarna og fengum mjög flotta sérfræðinga í liði með okkur með það. Þannig að það liggja svona tillögur er á frumstigi. Og er það fleiri en einn kjarni? Nei. Það voru teknir nokkur út og svo verður einn. Og er hann nálagt skriðuklustri? Maður staðsetur svo einhvers stegar hvor megin? Já, það er verið að skoða núna nokkra ennþá. Það er svona að pikka út, Það er ekki búið að negla þetta. Ekki alveg búið að negla það. Spennandi. Þannig að það verður mjög spennandi. Þannig að nú er tíminn að hlaupa frá okkur, en kíkin á austurbrú.is eða fljótsdalur.is, kynna sér málið og sækjum og koma til ykkar. Já, algjörlega. Takk kærlega Arna fyrir að koma í þáttinn og segja okkur frá og gangi ykkur vel. Takk sem þess.